Ágætu landsfundarfulltrúar, Samtök eldri sjálfstæðismanna mjög öflugur félagsskapur. Samkvæmt skipulagsreglum allir flokksbundnir sjálfstæðismenn í samtökunum sem orðnir 60 og þeim fer nú hlutfallslega mjög fjölgandi sem verða 60. Okkar aldurshópi fjölgar mjög sem gott Starfsemi samtakan mestu leyti bundin við Reykjavík. Að vísu fórum við á síðastliðnu ári í ferðalag Suðurnes, heimsóttum félag eldri borgara á Suðurnesjum og skoðuðum það sem markvert á Reykjanesi. Jafnframt hafði Helgi Steinar Karlsson átti hann frumkvæði að því að setja upp sérstaka heimasíðu fyrir okkur eldri sjálfstæðismenn sem hægt að nálgast á netinu og var það mjög gott og gagnlegt frumkvæði því að nauðsynlegt að koma okkar skilaboðum áleiðis vegna þess áróðurs sem uppi skipulega framhaldið af okkar pólitísku andstæðingum sem ekki vilja viðurkenna hversu sterklega sjálfstæðisflokkurinn hefur tekið á málum aldraða, bæði nú og raunar í gegnum sögu hans. Ég vil minnast hér á nokkur atriði sem við lögðum áherslu á eldri sjálfstæðismenn og aðalfund okkar fyrir hálfum mánuði. Aldraðir sem á dvalar- og hjúkrunarheimilum haldi fjárhagslegu sjálfstæði sínu og þjónustu samningur milli aðila verði gerður. Leið og myndir á og þakka það sú kjaraskerðing sem eldri borgarar urðu fyrir 1. júlí 2009 hefur verið leiðrétt að mestu lögð áhersla á að hún verði aftur kölluð að fullu. Þriðja lagi að tafarlaust verði hægt að skerða framfærslu uppbót krónu fyrir krónu. Framfærslu uppbót var nokkuð sem Jóhanna Sigurðardóttir tók upp á í ríkisstjórn Geirs H. Haarde og ég vil aðeins geta þess að okkar góði vinur Pétur Blöndal sagði að með því hefði hún eyðilagt uppbyggingu almannatrygginga og með því að ég meiri stuðningsmaður og fylgismaður skoðana Péturs Blöndals en Jóhannu Sigurðardóttur þá legg ég mjög mikla áherslu á að þessi framfærslu uppbót verði niðurfæld. Í fjórða lagi þeir sem náð hafa 70 ára aldri geti aflað sér atvinnutekna án þess að greiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins skerðist. Jóhanna hafði það sú ríkisstjórn að þær voru skertar krónu fyrir krónu. Í ríkisstjórn Geirs H. Haarde var svo regla tekin upp að atvinnutekjur þeirra sem 70 skerði ekki bætur frá almannatryggingum og það hefur verið gert að verulegu leyti. Nú vantar aðeins herslumunin til þess að svo verði að fullu. Fjármagnstekjur valda ekki skerðingum hjá Tryggingastofnun ríkisins. Lögum almannatrygginga verði breytt á þann veg að aldraðir geti selt eða leigt eignir sínar án þess að andvirði þeirra skerði greiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins. Það felur í sér að þeir greiða skatta og skyldur af eignasölunni en verði ekki íþyngt umfram aðra þegna þjóðfélagsins. Í 7. lagi að öldruðum verði tryggð nauðsynleg tannheilbrigðisþjónusta með aukinni þátttöku Sjúkratrygging Íslands og loks að sjúkratryggingarnar taki meiri þátt í kostnaði vegna kaupa heyrnartækja aldraðra. Ég vil síðan geta þess að á síðasta starfsári voru haldnir 19 fundir í Valhöll í hádeginu þar sem voru að meðaltali 40 til 80 menns og að mest á annað 100 og hin ýmsu mál voru tekin til meðferðar Reykjavíkurflugvöllur, Landspítalinn, málefni aldraðra, nýjungar í atvinnu, málum og þar fram eftir götunum. Við eldri sjálfstæðismenn höfum lagt áherslu á það að ljúka Landspítalanum. Það hefur dregist nógu lengi, dregist úr hömlu
og undarlegt að menn skuli ekki skilja að þetta á að vera forgangsrétti verkefni nú að ljúka þeim byggingum sem þar eru ákveðnar. Í öðru lagi leggjum við áherslu á að Reykjavíkurflugvöllur verði á sínum stað þar sem nauðsynlegt fyrir sjúkraflug, bæði vegna slysa og vegna sjúkdóma. Ég vil svo ítreka það sem ég sagði á síðasta landsfundi. Ég tel að það sé kominn tími til þess að aldraðir fái fleiri sæti á framboðslistum Sjálfstæðisflokksins, bæði til Alþingis og sveitarstjórnarkosninga, sérstaklega til sveitarstjórnarkosninga. Því að sveitarfélögin sjáum nær umhverfi aldraðra og við höfum tekið eftir því sem fylgjumst með að hörmulega haldið á þeim málum hér í Reykjavík og þarf meira aðhald en sýnt hefur verið til að kenna borgarstjórunum að haga sér eins og almennilegum maður. Svo þakka ég ykkur fyrir.